Pá, 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 þetta er bomban geitin í leiknum hinn eini sanni. Ég er með tvo menn sem er eins með munnin fyrir niðan nefið. Það er engin annar en Nico Djuric og El Normale, hinn óhefðbundni eða hinn venjulegi. Verið velkomin til leiks. Nico, hvað segirðu? Ég er ferskur, nýkominn frá Akureyri og get ekki betur að byrja þetta podcast. En þið sjálfur? El Normale, hvernig, já ég er góður, ég er alltaf góður. El Normale, hvernig er þú? Ég er bara frábær. Bara lífið er gott og fótboltinni byrjar að rúlla. Hvað ertu í einhverju kompu þannig? Nei, ég fattaði byggin heima með mér, viltu sjá þetta? Já, flottur. Herðu, strákar, þetta er rosalegu þáttur, þetta er fyrsta umferðin í bestu deildinni og auðvitað fengum við hinn vinsæla Nico Djuric og El Normale, hann er þekktur, en Nico, hann er líka þekktur. Hann er þekktur fyrir að, eins og ég segi, vera með munni fyrir niðan nefið. En það sem Albert Ingarsson sagði við mig á netinu, þá segir hann þetta: Nicolò Dejan Djuric er fyrst og fremst þekktur sem efnilegur íslensku leikmaður sem hefur farið óhefðbundna leið í gennum íslenska boltan, og það er nokkuð atriði sem bæta myndina á honum ef þú vilt dýpri skilning á ferlinu hans. Leikstíll og styrkleikar. Nicolò er leikmaður sem hefur notað bæði á væng og í fremstu línu. Hann er hraður, beinskeyttur kantmaður, sérstaklega hættulegur í opinni spilamennsku. Sterkur 1-1, góð tækni, fótavinna góð, ágætur skotmaður, sérstaklega með hægri, vinnusamur leikmaður sem skila sér vel tilbaka í varnarvinnu. Hann er ótrúlega leikið með aldur, fæddur 2001, hefur verið stuðri framistuðu og fengið mjög fá spjöld sem segir sitt leikstíl að, ég held að það er vikið. Þetta er svona nokkunni útdráttur, svo segir bróðir hans Daniel Djuric, einn efnilegasti framherji sem Ísland hefur átt síðustu ár. Það er auglegt fótboltinn í stór hluta af fjölskyldunni og Nicolò hefur sjálfur talað með að það hefur áhrif á hans eigin metnað að vinnu. Er eitthvað til í þessu, Nico? Bara finnst þú fremst takk fyrir þessa skýrslu, sko. Maður er bara hálf orðlu, sko. En jú, maður horfir held ég bara á fótbolta alla daga, allan sólarhringinn, og þetta er alveg það sem maður lifir fyrir, sko. Þannig að það er eina sem er í sjónvarpinu, það er fótbolti. Já, viltu að ég kalla þig Djuric eða Nico? Nico, ég fíla það meira. Ok, Nico. Köllum brósa Djuric. Óskar, hei, já, ok. Óskar, heyra, kalla hann Nico. Herru, strákar, það er besta deildin, það er fyrsta umferðin og það er nógu mörk, og ég sendi þig, Nico, á Víkingur Breiðablik og þetta var náttúrulega hörkuleikur. Hvernig fannst þér þessi, byrjum bara á fyrri hálfleik, hvernig fannst þér þessi leikur bara að byrja? Mér fannst hann byrja, þetta var alveg rólegt, mér fannst Blikarnir helvíti þéttir. Þessi 5 manna vörn var helvíti góð í fyrri hálfleik og Víkingarnir sköpuðu lítið sem ekkert í fyrri hálfleik, sko. Planið gekk þannig sem mjög vel upp og þjálfarinn örugglega bara glaður að taka 1 stig, skilur, með við seinni hálfleikinn. Mér fannst Blikarnir þreytast mikið og seinustu 20 og lágu heldur betur á þeim, og ég held að sé bara glaður að taka punkt og fara heim í Kópavogsinn. Já, ég sammála. El Normale, sást þú þennan leik? Já, ég horfði á þetta og ég held að Blikarnir séu bara himinlifandi að vera konur með stig eftir þennan leik. Uppleggið hjá mér Blikarnir oft harðar en ég sé það áður, og það er svona í fyrsta skipti sem ég skal viðurkenna það var ekki dúkkulísu stimpill á Blikunum í þessu leik. Mér finnst þeir harðir. Já, ég er sammálagur, það voru mjög harðir í horn að taka, sérstaklega hann Óli Valur og hann Ágúst Orri á köntunum eru harðir, svo ræðan fyrir Óla fyrir leik verið harðir, og það voru bara allir með sitt hlutverk á hreinu, en náttúrulega Breiðablik komst hann yfir á 50 mínútur frá Kristofur Inga, þetta er frábæra sendingur Ágúst Orra. Þeir eru mikið inni þessir kantmenn, ekki satt, Nico?
Jú, klálega báðu tveir. Ég held að það sé bara krafa hjá þeim báðum að skora meira enn í fyrra og ég held þeir mun alveg ná að takast það með að tímabilið í fyrra þá ættu þeir að geta það sko. Klárlega með hægileikan í það. Já, sko, ef við förum aðeins svona gegnum leikinn, þú veist, mér fannst Vilhjálmur Alvar, heitir hann það ekki, Vilhjálmur Alvar. Jú. Já, mér fannst hann skítræddur að dæma í þessu leik. Hann dæmdi ekki neitt. Þú veist, hvað fannst ykkur? Ja, sko, ég fór að horfa á KR Keflavík í gær og þar var, hvað heitir hann hérna, sköllótti hérna, Ívar Orri. hvað heitir hann? Já, Ívar, hann var að flauta og stoppa leikinn og spjalla allan helvítis leikinn og það er óþolandi að horfa á svoleiðis fótboltaleik. Þannig að ég var bara mjög ánægður með Vilhjálm Alvar að leyfa þess að flæða. Já, þú veist, mér fannst Víkingar komast með ansi mikið, komast með ansi, það er bara bæði liði í rauninni, ég ætla ekki að setja út hann að vera að dæma fyrir hitt, þú veist, Breiðablik neð Víkingan, hann dæmdi leikinn, kannski fínt að láta leikinn hann að fljóta en hann að Ekroð, þegar hann tekur hann og bombar hann út af vellinu, ég manni hvað, Óli Valur eða Níko, hver var það aftur? Já, það var Óli sko og bara klárt gult spjaldskilum, þetta var viljandi og bara stálheppinn að fá ekki spjald sko. Já, hann gefur ekki eins og gult spjald og þetta er vísvitandi. Það er að magnaði í þessu sko, hann fékk ekki eins og spjald. Hörru, strókar, svo hérna Óskar, Anton Ari, hvað er hann að gera þannig þegar Gylfi jafnar? Kotið með hreina íslenska. Hann hefur gert þetta áður og Óli Ingi segir eftir leik þetta séu mistök. Það er ekki, come on. Þetta er náttúrulega landsliðsmarkmaður, hann var náttúrulega í hóp í síðasta úrtaki, þannig að ég bara skil ekki akkur gæinn bara neglir honum ekki út í innkast eða til hliðana sko, ekki, þú veist þetta var svona, sérstaklega þú veist með þessa spyrnumenn í Víking og Gylfa sig, þú veist, en ég hef ekki bara vonað það að Anton Ari sé bara búin að klára kvótan í bulli, hann er alltaf með 1, 2, 3 svona ári. Já, það er rétt. Níko, hvað fannst þér? Hann hefði getað valið bara hvern sem en hann endaði á Gylfa og það því bara eitt, það því mark en hann var 20 mínútur frá því að vera bara maður leiksins og maður umferðar jafnvel en Já. Þetta er svo fljótt að gerast í boltanum maður 20 mínútur frá því. En Níko, þú veist, hann var ekkert, hann það var eins og hann var að gefa á hann. Það var ekki eins, þú veist, hann boltinn fyrir ekki eins og hann hátt upp í lofti. Þetta er bara beint á bringun og bara beint. Já, þetta var fáránlegt. Hann hittir hann eitthvað illa, sko. Hann hittir hann eitthvað illa. Já, en þú veist, Óli Ingi sagði eftir leik að allir gera mistök, en já. Ég held að hann sé bara, Óli Ingi bara mjög glaður. Stig. Bara fínt, sko. Já, strákar, þetta var náttúrulega víti hann í lokki, versta víti sem ég séð. Þeir sá ekki fokkin hend, þú veist, dómar hans aftana, þú veist, hvernig átt hann að sjá þetta? Nei, ég meina, þetta er bara mjög, þetta er eiginlega atriði í öllum leikjónum sem gerir það að verkum að við gætum verið hérna í kvöld að ræða bara helvítis dómarana og maður nennir því ekki sko. Nei. Þú veist. En það, Níko, hvað segir þessa hendi? Hendi, þetta er bara víti og ég skynja bara þú ekki að dæma skilur. Síðasta mínúta. Heldur að sé þetta? Já, bara punktlaus, algjörlega punktlaus. Já. Ok. Þannig að þér, Níko, þú ert að segja að Vilhjálmur Alvar að sé þetta og hann ekki þorað að dæma? Já. Það er þannig. Þetta er bara það stór leikur og fyrsti leikur og menn bara rættir. Ok. Stór orð frá El Normale og Niko Djuric. Vilhjálmur Alvar þorir ekki að dæma í víti. Þú veist, þetta var náttúrulega sangjarn úrslit hefur kannski verið 2-1 fyrir Víking út af þessu víti en við, það er rós til Blika. Níko, kottu með mannleiksins. Maður leiksins, mér langaði að henda Anton
mann leiksins en ég get það ekki eftir síðustu 20, þannig að ef ekki hendi þessu bara Andra Jómann, hann var geggjaður á miðsvæðinu og loksins farið hann að spila sína stöðu og þar hann bestur á miðjunni og mér fannst hárrétt að byrja með hann þar, sérstaklega verja úrslitin, þá hann frábær í því og mér fannst hann helviti góður í þessu leik, Andri Jómann, maður leiksins. Djöfull getur hann hlupið. Hann Hvað er gamall? 92 held ég, 92 módel. 92, já, hann getur hlupið mest í slið. Óskar, hvað segirðu? Ótrúlega góður Jómann, ég er alltaf hrifinn af þessu leikmanni, maður svona var alltaf að vonast til þess að hann myndi kíkja í Vesturbæinn einhvern tímann en það gerðist ekki. Þú ert alltaf að segja þessu káur ykkur. Já. Já, Leiknismar og káur ykkur, ok. Strákar, förum í næsta leik, þetta, já, Blikar þrusu gott stig þarna, ég spáði Blikum Íslandsmeistaratitil og Elnor Mali lét mér heyra það hérna á samfélagsmiðlum, spurði hvort ég væri fullur, er það ennþá raunin, Óskar? Já, Breiðablikur er aldrei Íslandsmeistari. Níko? Ég er bara sammála því, það vantar strækjar hann. Við erum sammála því? Já, hefðu þið tekið Gísla Eyjóls og eitthvað strækjar inn, beður hefðu tekið Djuric sem fór norður og Gísla Eyjóls, þá hefði ég sagt að þeir geta orðið Íslandsmeistari. Sammála því. En þeir hljóta að fá sér annað frammerja fyrir gluggan, sko. Það hlýtur að vera. Það er bara möst, annars fara þeir ekkit lengra en annars þetta, sko. Nei, hörðu, IBF og gera 1-1 jafntefli, Óskar, þú tókst þennan leik, segðu mér aðeins frá honum. Bara IBF kom manni rækilega óvart, maður er svona hlusta á mig skáulega sérfræðinga að vera fjallum liði núna í aðdraganda mótsins og menn tala um að það er lítið séð að IBF, vita lítið IBF og það er kannski kom í ljós, ég meina mér fannst fyrri hálfleikurinn eða svona fyrstu 60 hjá IBF frábærar og svo einhvern veginn dró að þeim eins og ég og Níko vorum að ræða fyrir útsetningu að það kom bara svona þreyta einhvern veginn yfir þá og F-fangarnir hörkuðu þetta eiginlega má segja Kristján Flóki, skiptingi með Kristjáni Flóka og þróttaranum, hvað heitir hann þarna, Kristjánsson? Kári. Já, það hafi gert gæfumuninn, þeir voru bara með betri menn á bekknum til þess að henda inn á þetta í restina og það gerði gæfumuninn fyrir FH, sko. Já, ég horfði á fyrirháleikin í þessu leik og mér fannst IBF miklu betri og ég hugsaði svona, ég var svona að hugsa, ef FH spilar þessu liði, þá það bara kannski fallbartu. Ertu sammála því, Níko? Ég veit að ég held ég verði þarna niðarlega en ég veit ekki með fallbaráttu, ég held að þessi bara 3 lið sem geta fallið úr þessu deild, það er Keflavík, IBF og Þór, sama hvað gerist í fyrstu umferð, þannig að, en jú, þeir verði neðri helming en veit ekki með fallbaráttu. Herðu, Viggo Valgeirsson skoraði, það var maður sem var nefndur hérna Víðir Þorvara hérna í upphitunar þætti bestu deildarinnar og það bara skilaði sér, svo jafnar Kári Kristjánsson, en áður en það gerðist, þá fengu FH víti, þar sem Baldur Kári var straujaður og á punktinn fer Kjartan Kári og hann klúðrar. Það er samt 1-0. Svo einhvern á ótrúlegan hátt, þá kemur leikmaður að nafni Milan Jestemirovic, Níko, segðu nafnið. Ég þarf að sjá það, býtum. Ræðið með hana. Milan, hann heitir Milan Jestemirovic, en hann sendi skelvilega sendingu hana tilbaka, ég veit ekki alveg, sáu þið þetta? Já. Þú veist, hvað var hann að hugsa? Ég veit ekki bara þreyta, menn og þið þreytir og lappirna farnar, hausinn fer, þetta er bara þetta klassíska maður, þú ert ekki í standi. Já, þá komast þeir í boltanum sent út á Kára Kristjáns sem bjargaði Jóa fyrir hotn. Jóa Guðjansson,
hann bjargaði honum fyrir hotn, það bara svoleiðis. Næsta leik, Joey Johnson hafði Kára í byrjunarlið út að hann bjargaði þér. Eru þið sammála því? Já, og Kristján Flóka maður. Já, Kristján Flóki, hvað út úr hverju hann ekki að byrja? Út úr hverju er hann Sverri Hjaltist eða ekki að byrja? Hvað er gangi í þessu liði? Ég veit ekki með Jókala, hann er alltaf að reyna að átkótsa íslenska heimir, sko, sína hvað hann er klár, sko, byrjaði bara með bestu mönnina en inn á maður. Já, ég sammála. Níko? Ég er sammála, ég er þá minn Kára Gríli, íslenski John McGinn, box to box, mörk í honum. Þannig að hann væri alltaf í liðinu á mér, hann færið alltaf þessi 6-7 mörk frá honum, að skila sér alltaf í tegin og hann á klárlega start í þessu liði. Já, ég er alveg sammála, ég sá hann í fyrra, hann drullu góður, hann og Hrafn Tómasson á miðjunni og Þrótti, pældi því miðju í fyrra, þú veist, Hrafn Tómasson núna að byrja á KR og Kári er bara frábær leikmaður, skilur, þegar þú veist, bara Kári á bara að byrja í þessu liði. Maður leiksins, ég tek hennar bolta, ég set bara Marcel Sabitonski fyrir að verja þetta víti, það er bara þannig, er þið ekki sammála því? Sammála. Já. Ég held að hann hafi bjargað, hann líka bara frábær markmaður þessi guður. Það bara gerir mistök annars slagið. Drullu vel varið þetta víti, vel varið. Já, hann átan. Geggja varið, sko. Hann átan. Hann átan í morgumat, hádegismat, kvöldmat og í kaffi. Ekki. Herru, förum í Vesturbæinn, Óskar, þitt lið, KR. Ég horfði á þennan leik með sko stækkunagleri og það ég held að KR væri að fara að jarða Keflavík. Ég held að þeir væri að fara að taka svona 5-6-0. Það heldur það allir og þannig var andinn í Vesturbænum og við bræður mættum hérna á Pizza 107 fyrir leik, hittum Kitta Kænusti þar og þar var verið að tala 3-4-0, halda hreinu og setja nokkuð mörk og koma sér að stað. Svo bara voru að KR drullu heppnir að vinna þennan leik í rauninni og ég bara tek hatt minn ofan fyrir Halla og Keflvíkingunum. Hann lagði leikinn þvílíkt vel upp og hann eyðilagði bara fyrir, þetta var bara vel skátað hjá Keflvíkingum, hvernig þeir voru að pressa þá uppi, þeir eiginlega svona mættu þeim eins og KR hafi verið að mæta liðið, þeir mættu þeim bara mjög ofalega. Og ég verði eiginlega að nefna þennan number 10 hjá Keflavík, Ljubicic, jöfull var hann ógeðslega góður í þessu leik. Já. En það sem bjargaði KR, það er að þú horfir á bekkinn og þá ertu með svona töframann eins og Stefán Gesson og við vorum byrjaðar að kalla eftir honum hann inn á áhorfendur og hann kemur inn á samt Sínans Pálma. Já. Og þeir gerir einn útslagið, þetta er bara svipað og með F-fáingarnir bjarga sem með stíi, en KR-ingarnir fá 2 mörk út úr varamönnunum sínum. Þannig að breiddin er að bjarga helvíti mörkum í þessari umferð í dag, sem var að klárast. Ég er sammála. Níko, sást þú þennan leik eitthvað? Ég sá bara mörkin, ég var náttúrulega fyrir norðan, hann að fá skýrslu frá þeim leik, en alveg rétt, Já, þú sendið mér norður, hann ég sá bara mörkin og highlights, ég þarf aðeins að sjá leikinn aftur betur. Herðu, já, hann skoraði, fyrsta marki skoraði minn maður, hann Arnór Ingi Traustason, flott mark eftir að Eiður Gauti skallaði til hans, frekar mjög vel gert assist. Svo kom bara Stefán Alexander Ljubicic og jafnaði leikinn. Fyrsta markið á Keflavík, hvar var vörnin hana á vinstri kantinum, þú veist, við sendum boltan yfir, þá eru 2 leikmenn þar og það er engin leikmaður hjá KR. Þú veist, Óskar, hvað? Þessi Barcelona-taktík Óskars er náttúrulega bara, ef þeir vinni ekki boltan ofalega, þá er bara allt galopið allstaðar fyrir aftan. Og ég hefði KR ekki verið með, hvað heitir hann dökki hafsettin hjá þeim? Akoto. Hann var bara hann stóð sér vel, en hann átti ekki breyk í Ljubicic, sko. Nei, hann átti ekki breyk, hann var líka alltaf að halda í hann. Já, það hefði verið hægt að flauta, það voru nokkur atriði þarna sem hægt að flauta aukaspyrnur og grátt svæði á vítaspyrnur stundum og Já, þetta var
Já, ég bara Ljúbasits eina sem fór í töðuna með Ljúbasits að hann fagnaði ekki mörkunum, ég meina þó að spila nokkra leiki með KR, fagnaði framan í KR-ingana maður, láttu þá heyra. Æja, hvað er að spila 1 ár með KR? Já, hann meittur í 7 mánuði sko. Með flensu. Níko, komdu með ríltólka á þetta, þú veist, hvað áttu hvernig ekki að fagna? Ég skil það ekki, sérstaklega eftir að vera bara 1 ár, ég hef alltaf fagnað, sko, tekið páfislætt, knýslætt. Þú hefur bara tekið hérna, ef við förum í og eftir hann hérna, Markus Ellert Pálsson var hérna, hvernig hann var í gær. Svo skoraði náttúrulega Stefán Alexander Ljúbasits aftur og hann skaut líka í slána. Hann skaut líka í slána og þeir hefðu geta náð meiri fórustu, sko. Hann kemur þeim hann yfir og þá, 79. mínútu og þá hélt maður bara að þetta væri búið. Herðu, þá eins og þú segir, Óskar, þá koma þessi menn inn á Stefán Árni og Alexander og þeir bara, Stefán tekur bara hann eitthvað tiki-taka og bara sólar Messi dæmið hana upp allan völlin, ekki allan völlin, inn í teig og setur hann og síðan bara þeir að pressa hana ofalega og hann Alexander Rafn Pálmason, sonur Pálma Rafns Pálmasonar skora sigurmarkið einungis 16 ára. Níko, talaði eins hennar leikmann. Special talent, drullu góður í bolta og hann er bara framtíðina fyrir þér. Ég held að sé fara út í sumar, Norsjöland. Og hann er með mjög hátt þak, sko. Hann er bara svo hrikalega andlega þroskaður þessi gæi. Maður sér það bara, hann er með eitthvað auka skilningaviti í hvar hann á að vera spilar einfalt eða hann á að spila einfalt, staðsetningarnar, þetta maður sér þetta ekkert hjá svona ungu gæjum, sko. Nei, hann er líka pappa sem hann er með þetta, sko, pappan sér rosalega, þú veist, þekkiði Pálma eitthvað, pappa hans? Nei, ekki persónulega, ég spilaði á móti honum einhvern tímann og hann var drullu góður. Ég þekki hann persónulega og hann er einstakur og hann hefur þetta bara frá pappa sem mjög rólegur og yfirvegaður og er bara með fætunur á jörðinni. Hann er bara búin að halda honum og mun halda honum með fætunur á jörðinni og ég held að hann muni komast langt. Hvað segir Níko? Nei, ég ætlaði bara ég spilaði bara mótið Pálma, ég þekki hann ekkert persónulega, sko. Nei, frábær leikmaður sín tíma. Strákar, hvað tökum út úr þessu leik? Voru Keflavík svona góður eða KR svona lélegir, Níko? Bara bæði og, sko, þetta er náttúrulega bara fyrsti leikur, sviðskreppur og voru að tala um 4-5-0 en þetta er ekki svona auðvelt, sérstaklega í fyrstu umferð. Menn verða þreyttir í lokin og menn er bara að finna taktinn, skilur, en 4-5-0 fyrir leik, þessar spár voru kannski aðeins og yktar. Óskar, hver á maður leiksins? Maður leiksins? Ég ætla ekki að velja Ásbjörn, hann var með boltan í svona 80% tilvika, sko, og ef KR ætlar að gera eitthvað í þessari deild þá þurfa þeir að fá einhvern sem kann að sparka í boltan, hann er ágætur í baráttunni og vera fyrir og svona, en það var rosalega mörg atriði þar sem hann var alltaf með boltan einhvern veginn og svo fannst mér Aron vera að reyna á mikið og ég gef ekki bara Arnór Traust þannig að það sé ekki bara maður leiksins hjá mér. Já, ég setti þetta á Alexander Rafn Pálmason bara út af að skora sigurmarki og kemur inn og breytir leiknum. Já, það má alveg færa rök fyrir því, ég meina gaman að fá Arnór heim, gaman að hann skorir á móti Keflavík, hann var í Keflavík hérna í gamla daga og hann var drullu góður, ég veit ekki, hann hefur örugglega hlaupið svona 12-13 kílómetri í þessu leik, þannig að KR hefði ekki unnið þennan leik, hefði ekki átt þessa varamenn og fengið Arnór inn á miðina, sko. Óskar, mjög sáttur eftir leikinn, fannst þetta ekki góð frammistöðu KR-ingum? Nei, bara lélegir. Bara lélegir og maður hefur heyrt í mörgu hana sem fór á leik og
menn voru nú ekki bjartsýnir enn í hálfleik og voru frekar neikvæðir eftir hennar leik, þannig að vonandi náður betri frammistu á móti Þór í næsta leik í Vesturbænum. Það verður veistla að fá Sigga Höskuls í Vesturbæ. Það verður geggjað. Förum í næsta leik, það er neyðarástand á Hlíðarenda, Níko, og það sást bara í leiknum í gæra að það er neyðarástand á Hlíðarenda og Níko, kottu með eitthvað, þú veist, hvað finnst þér um þetta? Það sem ég finnst er að bara hann er ekki búinn að finna liðið sitt, hann Hemmi. Hann veit ekki hvað sterkasta liðið hans er. Hann veit ekki hvað formation á að spila, 3 manna vörn, hann er prófað 5 manna vörn, breytir í 4 manna vörn og það er bara allt óljóst, skilur. Jónatan er meiddur, vera besti maður og bara mikil óvissa. Ok, en á hann ekki búinn að finna út úr þessu? Er hann að þjálfa liðir? Er hann að ráða liðinu það? Svo er það bara að heyra það. Já, Níko og Óskar, ég er búinn að heyra að Brasilinn, hann stjórnar hlutunum hana. Hemmi bara einhver dúkka sem kemur í viðtöl og hinn er að stjórna alltaf bakvið það. Níko, er Hemmi bara einhver dúkka hann á Hlíðarenda það? Ég veit ekki, maður hefur heyrt svo margt en Kottu með eitthvað? Ég hef ekkert heyrt, ég hef bara heyrt bara í fjölmiðlum og podcastum hitt og þetta. Ég veit ekki hvað er rétt og hvað er rangt í þessu en Hemmi hlýtur nú að stjórna þessu, anskotin hafa það. Maður er að heyra ítreka að þeir eru að reyna við alla leikmenn sem eru á lausu og það vill enginn fara á Hlíðarenda. Það er svoleiðis. Ég meina, akkur er Oliver ekki að fara á Hlíðarenda? Hvað er ekki bara einhver ný stefna hann að vera ekki að eyða of miklu peningum? Þá er bara einhver staðar fyrir neða miðju og gætu svoast niður í fallseti sko, þeir ætla að bjóða upp á þetta. En út okkur er Aron Jó ekki að spila, hann er á launum, út okkur er hann ekki að spila í liðinu? Það er ný stefna, að henda 20 milljónum út úr gluggan. Þá hlýtur nú að vera nót til. Já, Níko, hvað finnst þér Aron Jó, Níko? Þú veist, hvað er í gangi hann? Hefur þú heyrt eitthvað, er hann bara í gólfi eða? Já, svo heyrir maður, bara launasti gólfar Íslands. Djöfull heyrir gaman að þessu bulli, maður. Þetta er svo alíslenskt, bara íslenskt, eins og að gerist. Hvað er Valur búinn að gefa mikið pening frá sér í eitthvað svona kjaftaði? Já, bara Aron Jó, Gary Martin, tók hann að... Gary Martin? Munið til því að fekk 12 milljónir bara í vasan fyrir að rifta hana. Já, ég vissi það nú reyndar ekki. Hann náði örgulega, hann er búinn að eyða, hann eyddi því bara í sama mánuði, eða ekki? Jú, örgulega bara í föt eða eitthvað. Gary! Óskar, hvað eyddi Gary Martin bara eitthvað í föt en á mánuði eða? Já, ég meina, Óli Jó fer yfir þetta í bókinni sinni og ég meina, þetta kostaði það fullt af manni og ég ætli Valsararnir sé ekki bara búin að sólunda svona 100 milljónum í svona kjaftaði, þeir virðast aldrei læra á einu sko. Hver þetta með Brassel? Hvað segirðu? Nei, bara helviti illa er ekki klúbur með allt fjármagn sem hafa verið með undanfarin ár sko, bara hefði getað gert miklu betur en þeir eru með sko. Já, en hvað, Óskar, þú þekkir eitthvað þessu liðið hann í stjórninni hana? Nei, því miður þekkir ekki, þá var ég nú kannski búin að láta heyra meira í mér út af þessu sko, þetta er einhver lokuð mafía sem stýrir þessu og virðist vera að stýra þessu bara í einhverja tóma þvælu eftir að Börkur hættir hann. Og Býtu, Óskar, þekkir ekkert Kristinn Lárusson eða? Ég þekki hann ekkert persónulega, hann er bara búin að reyna að koma guttanum út allt og guttin kom í leikni þarna í einhver tíma og núna er guttin komið til Vestmannaeyja og ég myndi ekki vilja fá hann að gæja hérna í stjórnundu Álftanesi, við getum orðað að þannig. Það er svoleiðis. Býtu, hvað gutti er það? Bakvörðurinn í IBF, Kristinsson, sem var í leikni. Hann var hægri bakvörður í IBF. Hann stóð sér ágætlega í leiknum og hendar IBF örugglega fínt. Þetta er svona, ég held að hann geti alveg gert einhverja hluti þarna, en hann var á samningi á Val og pabbi kom hann þangað og allt og lélegur fyrir að vera í hópi á Val, sko.
Já, ég skilji. En ég veit það ekki. Þetta virðist vera eitthvað svona 3 manna stjórn eða framkvæmdastjóri og stjórn sem ráða þessu þarna og það eitthvað pólitík í gangi á milli deilda eins og við ræddum daginn, Gunni, og já. það ekki sátt á milli handboltans, körfuboltans og fótboltans og það mér finnst það endurspeglast aldrei í árangrunum hjá þessum deildum. Í hvað verið að berjast pening þá eða? Já, það upphafið og orsakinu öllum vandamálum í heiminum eru peningar, Gunni minn, þannig það. Ok, ég vissi þetta ekki. En förum nú aftur að leiknum. Valur eru mun sterkari, þannig finnst þið 25, Tryggvi Hrafn skýtur hann á markið og hann Aron Birkir, hann heldur ekki boltanum og Dagur Orri Garðarsson sem Leon talaði hérna daginn skoraði og frekar flott mark fyrir hann að skora. Þetta ekki flott mark en gott fyrir hann að skora. Svo á 37. mínútu jafnar Kristján Jakobsen þegar Einar Freyr unga undrið í þorpinu komið frábær aukaspinnu fyrir og Greco skallan stangaðaninn og svo bara í seinni hálfleik undir lokin þá kemur maður sem ég sá fyrir 2 árum hérna í Mosó, Ingimar Arnar Kristjánsson, tekur eitt kloppa hana, fer svo mannin og skorar frábært mark, 88. mínútu. Strákar, þetta hlýtur að hafa verið geggjað að skora þetta mark. Níko? Þetta hlýtur að vera mjög sætt, sko. Þetta fyrsta markið hann síðustu deild, þá held ég að hafa ekki getað komið á betri tímapunkti fyrir hann. Hann náttúrulega ekkert mýl markaskori, þessi strákur. Óskar, kannastu við hann? Já, kannastu við hann. Nei, bara ríkalega vel gert og við erum alltaf að tala illa dómara, hann kom með að rósa dómaranum í þessu leik. Hann lét leikinn halda áfram, hann hefði getað dæmt þetta aukaspyrnu þarna langt á undan. Já, nákvæmlega. En mér fannst skramarinn að verja bæði þessi mörk. Já. Ég set spurningamerki við markmann í báðum mörkunum og ég er búin að sjá þetta endursýnt og slow motion og mér finnst hann bara ekki fókus markmann. Já, hann náttúrulega góður shotstopper, það nú hans helsti styrkleiki, það sýndist ekki þarna, þannig að þú veist, en sá líka bara stúkan þarna, það var bara full stúka Þórsurum, þú veist hvað, þetta lið kom ekki beint að norðan, ég trúi því nú ekki. Það margir sem kom á norðan og ég þekki nokkra sem voru þarna, alveg kolvitlausir í stúkunni, sem keyrðu svo heim skælbrosandi eftir leik. En bara ríkalega vel gert hjá Þórsurunum að flykkjast á bakvið liðið, sérstaklega eftir síðasta leik fyrir mót þegar þeim kastað út úr og ekki bikarinn. Jó, mótið FH. Já, og þá voru bara menn farnir að dæma á niður og ég held að Þórsarnir eftir að koma land og þjóð á óvart, sko. Já, ef þeir sína þessa baróttu og þennan vilja og með stuðningsmenn á bakvið sig, þá geta þeir alveg. En þeir þurfa að halda það út allt sísonið. Það verður erfitt. Níko, ertu ekki sammála því? Jú, menn með ekki gleyma þetta nú bara fyrstu umferð, sko. Það 26 leikir eftir og það nóg eftir, sko. Ég sé marga nýliða vinna í fyrstu umferð og falla síðan, sko. Já, við Leiknismenn fórum á Hlíðarenda unnu 3-0 og gáttu svo ekki raskat, sko. Ég man eftir. Það ætlaðum að sigra heiminn eftir þetta. Haukarnir tóku KR einhver tíman í fyrstum fyrir KR. Já, nei, það fór 1-1 held ég. 1-1, það var eins og þeir hefðu unnið maður. Já, Kristján Óli. Kristján Óli á kantinum hann. Byggveitur. Raketa. Herru, ég sagði maður leiksins Ingimar Arnar Kristjánsson fyrir þetta þrusumark og líka ungstirnið hann Einar sem átti þessa frábæru aukaspinnu á Greco hann. Einu fram, mér fannst Þórsarinn ekki betur í þessu leik, sko. Þeir áttu kannski ekki skilja að vinna leikin á endanum, Valsarnir áttu kannski ekki skilja að tapa þessu en vel gert hjá Þór.
Já, en þú veist, þetta alveg rétt hjá Níko, þú veist, þeir björgu þannig tvisvar á línu, Já, þannig í lokin, það má ekki glemast. þannig í seinni áleik. Nei, þú veist, Valsar hefði alveg getað tekið hann leik, en Þórsar tóku þetta bara á viljónum. Við Ég horfði á stúku- við setjum bara kröfur á að Valur vinni Þór á heimavelli. Það bara þannig. Já, Þú veist, þetta er ekki kallað fasteignafélagi fyrir ekki neitt, sko. Þú veist, það er búið að dæla svoleiðis peningum í þetta og aðbúnaður fyrir leikmenn og það er hugsað vel alla þarna og þú veist, auðvitað er þetta stórt að Þórsararnir skuli hafa stólið þessu, ég meina, en þetta er fegurinn við fótboltann. já, maður er líka búin að heyra líka í kringum Hlíðarendana að gömlu Brínin og þessi legend í kringum klúbbin, þau eru hætt að mæta á öllin eftir þessi stjórn tók við og það er bara virkilega leitt að heyra svoleiðis. Talandi mætinga, Þannig að- mér varst helvíti léleg mæting á hann leik, sko. Frá Valsmönnum. Já, hrikaleg mæting. Það er bara eitthvað, það er einhver dofi upp á Hlíðarenda, Óskar. Nei, við þekkjum þetta úr körfuboltanum, ég meina þetta Hlíðarnar, þetta er kallað Glory Hunters hverfið, þeir kom ekkert nema þeir eru bikarúrslitaleikir eða úrslitakeppni, þá birtist alls konar lið á leikjum og hérna titra sig valsmenn eða valskonur og ég meina þetta er bara til skammar. Þetta er alveg hárrétt hjá og ég þekki nokkra Valsar sem hætta bara þegar vel gengur eða þú veist, eins og þú segir, komnir einhvern ákveðin stað. Kláruð þennan leik, já, herðu, ég hlusta á viðtölunum Hermann eftir leikinn og hann sagði hann að við dominar leikinn frá fyrstu mínútu til þeirra seinustu. Ég skil ekki alveg, það er bara rámt. Það er bara, og svo kemur Siggi og segir, þau voru betri fyrstu 25 og svo bara þótti mér bara að við vera betri. Þú veist, hvað finnst ykkur þú veist, Hemmi sagði þetta líka mútið KR. Hemmi tapaði 7-0 með IBF einhvern tímann og honum fannst hann vera betri í leiknum, þannig að Hemmi er stórkostlega jákvæður í þessu viðtölum, hann má eiga það kallinn. Já, Níko. Kannski ekki stjórna leiknum, en þeir voru betri, hann má eiga það. Já, strákar, þá förum við til Akureyrar, en ég hendi honum Níko Djuric beint í flugvél til að horfa á sinn bró. Spila sinn fyrsta leik með Káa í bestu deildinni. Níko, segðu mér, hvernig þróast þessi leikur og hvernig sást þú þennan leik? Byrjum á því að ég keyrði norður á hárinu, en heyrðu, Já, ég sendi hann í bíl. já, í bíl. Heyrðu, Stjarnar voru betri fyrstu 20 en síðan fannst mér Káa bara taka yfir leikinn. Geggjaðir, tekið mark af Káa algjörlega löglegt í 1-0 fyrir Stjörnunni, 1-1 hefur verið allt annað en 2-0 og það er bara galið. Stjarnar kemst í 2-0, við minnkum munum í 2-1 og síðan gefum við þriðja mark í 3-1. Algjörlega óþarfi, en mér fannst svo sem Hafsendon er góður í þessu leik fyrir utan mistökin og mér fannst Káa liðið bara miklu betra en Stjarnan. Miklu fleiri skot, 22 skot á móti 10, 9 skot á markið, bara 9 hotspinnur á móti 3, langflest skot í þessar umferð var Káa með og bara mjög jákvætt með framhaldi hjá Káa og bara mjög sáttur með framistöðuna. Geggjað, hérna, já, þínir menn byrjuðu eitthvað illan og fóru beint í 2-0, Emil Atla skoraði þarna, helvíti gott mark og svo var Örvar sem skoraði eftir frábæran undirbúning á Birni fyrir leikmanni Káa. Svo eins og þú segið að taka Káa yfir þetta mark þarna, ég horfði á þetta í stúkunni í gær og ég skil ekki alveg hvað línuvörðurinn var að flagga, þú veist, hvað var hann að hugsa eiginlega? Þú veist, ég horfa á þetta kannski frá öðrum sjónarhorni en ég bara skil ekki hvernig hann gat dæmt rangstöðu. Þetta er bara gæðaleysi, þetta er bara típiskur línuvörður sem hefur ekki spilað bolta og veit ekkert út af hvað þetta snýst. Það er svoleiðis. Já, þetta er bara
algjörlega vanhæfur að flagga þetta sko. Er þetta einhver sem aldrei spila fótbolta, Níko? Það hlýtur alveg að vera, hann fær Árna Snæðan í smetti, hann tekur Kasper Schmeichel og fer beint af að í aðstoðardómarann og hann verður eitthvað hræddur og flaggar eitthvað, hann heldur að já, Árni Snæði byrð strax rángstuð, en bara kolrangt, skilur hann heldur, ég veit ekki hvað línuvörðurinn að pæla, hann heldur að hann sé fyrir framan varnarmenn, að markmaður sé fyrir framan varnarmenn og þá hann rángstuð, sem bara kolrangt, hann langt frá að vera rángstuð. Þannig að Árni hafði eitthvað þetta að segja inn í end. Já, hann tekur bara gamla góða Kasper Schmeichel á þetta og fer að biðja strax rángstuð. Þetta er rosalega dýrt maður. Já, ekki línuverðir að þola svona áreitið það? Ég hélt það. Í efstu deild. Ég hélt það. Það þarf að skoða þetta eitthvað. Það var enginn að biðja rángstuð nema markmaðurinn, sko. Nákvæmlega. Það var ekki rángstæð. Það var ekkert rángstæð. Það var ekkert rángstæð. Þetta er bara dýrt. Þetta er bara... Átti aldrei að tapa þessum leik, sko, aldrei. Nei, ég fylgdi nú með fyrir á leiknum. Mér fannst Káa bara ógeðslega flottir og sé svolítið eftir að setja á svona niðurlega í töflunni. Ég bara... Svo Ólafur Heiðars að koma. Guð minn almáttur, ég veit ekki hvað... Spilar hann þá bara í 9 eða, Níko? Ég veit það ekki, kannski ég hugsaði sem kantmaður, hægri kantur eða eitthvað, hann getur ógnað með hraða sínum og krafti. Hann getur svo sem leist fram meira stöðuna líka, held ég. Var bróðinn frammi í gær eða? Nei, hann var á vinstri og Hallgrímur var í hólunni. Já, vinstri, já. Ok, vá, þetta. Þeir voru að tengja mjög vel saman. Og voru báðir mjög sprækir í þessu leik. Þeir eru svona eins og Mosó-bró, þeir eru svona Brekku-bró, svona Akureyra-bró. Það er svona bróski á millir, það er svona, hvað segir maður? Hvað kallar maður þetta? Það er svona eitthvað, já, bara brósar, Óskar. Er þetta ekki bara þegar tvö gæði koma saman, þá verður eitthvað gott? Já, þetta var þrusu skemmtilegu leikur. Mér fannst þetta bara skemmtilegsti leikurinn í umferðinni, eins og ég segi, ég horfði á svona 60 mínútur á þessu leik og virkilega hrifin að Káa. Ég held að Káa eftir, ef þið fá Ólafur Heiðars og þessi hafsendana var bara fínn eins og þið segir, Níko. Þeir voru allir mjög góðir, sko. Þóttir kannski 1-2 mistök, en mér finnst allir bara mjög góðir. Jeppi var geggjaður á miðjunni, frábær. Og eins og ég segi, bara áttu miklu meira skil út úr leik og margt jákvætt. Mér finnst þetta klárlega besta frammistaðan af öllum liðum í þessu umferð frá Káa. Langflest skot, eins og ég segi. Það hefur aldrei verið vandað undanfarin ár að Káa byrji mótið að krafti. Það er landsíðið séð á svona öfluga í byrjun. Þannig að það er bjart framöndan á Akureyri og vonandi bara klárar Sævar Pétursson dílinn með Oliver og allir sáttir. Já, ég held að það sé pottet að fara að gerast hann, komið hann á Akureyri. Jakob Héðinn, hvernig var hann? Hann var helviti sprækur, hann er helviti direkt og góður að ógna inn fyrir, sko. Helviti duglegur líka. Já, það er drullu góður með Völsungi fyrra, sko. Þetta er leikmenn sem hlustendur ættu að fylgjast með bara í sumar. Ég held hann eftir að fá einhverja sjensa inn á milli. Hann náttúrulega byrjaði ekki, en hann hefur verið í byrjunarliðinu eitthvað á undirbúrstímilinu og bara margt í hann, hvað segir maður, Óskar? Það er mörk í honum, fullt af mörku. Já, margt í hann spunnið. Það er mörk í honum, já. Maður leiksins, Níko, hvað með það? Ekki séð bróðin? Nei, ég verð, stjarnan unnið, þá verður maður að segja Emil alla, því miður. Ég veit að hann flottur maður, hann er í topp formi. Það bara sýndi sig í þessu leik hvað mistök geta verið ógeðslega dýr þegar þú ert að spila á móti svona gæðum eins og í Emil Atla. Já. Það er bara, hann þarf hálft færi og hann skorar 1 mark. Það er helvíti sigur kallinn, sko. Hann refsar. Það er bara svoleiðis. Emil Atlason, maður leiksins, hvernig fannst bróðin að spila sin fyrsta leik? Fannst honum hann standa sig vel? Já,
bara mjög sáttur með spilamennsku og spilamennsku liðsins, bara mjög jákvætt, bara með framhaldi á KA og bara spennandi tímar framöndan fyrir norðan, sko. Ertu að fara að keyra mikið hann á milli? Þú ert ekki að keyra í alla leiki, eða? Nei, ég reyni þegar ég get að keyra og kannski vonandi tekur maður flugið líka yfir tímann. Svo maður sé ekki að keyra þarna endalaust. Förum í næsta leik, það er Fram ÍA sem var í gær, hörkuleikur. Leikurinn endaði 3-3, þetta var svona leikur sem var frekar kaflaskiptur. Óskar, hvernig sást þú þennan leik fyrir þér? Þetta eru 2 töpustig fyrir Skaga. Klálega. Og bara með ólíkindum hvað mér fannst þeir eiginlega ekkert bregðast við þessum innáskiptingum hjá mér fannst Skaginn ekki bregðast nógu vel við þegar Rúni fór að hreyfa við liðin. En það tekur alla Jónasar út af og hendir Bístrum inn á og það var bara svo náttúrulega bara dýrasti leikmaður liðsins Gummi Tóta, hann náttúrulega bara dekkar ekki mannin í horninu og lætur hann bara hann gefur þetta mark í rauninni og sá hlýtur að vera súr í daginn eftir að hafa gefið svona, sko. Hann var bara ball watching, það er bara svoleiðis. Ótrúlegt, sko. En við verðum sko samt að gefa Frömmurum kredit hérna að koma tilbaka. Það er ástæð ég spáði 4. sæti og þeir eru ekki eins með fullskipa lið. Þeir vantar Fred til dæmis og þeir eiga mikið inni. Níko, ertu ekki sammála? Jú, ég er sammála. Ég bara, man þegar ég var að horfa á Víkisleiki upp á Framvelli og það var alltaf erfitt að mæta þangað og þeir munu alltaf ná í sín stig á heimavelli og eru bara þéttir fyrir utan þessa 2 leiki núna á móti ÍA og Víking, en þeir verða þéttir í sumar og eiga gott prógram í byrjun, þannig að þeir gætu alveg fengið 10 stig í 4 leikjum og komist á eitthvað skrið. Markus Páll með 2 mörk og veifaði framan í stuðningsmennina. Níko, hvað fannst þér um það? Bara geggjað, ég held ég hef gert það sama. Ef uppeldisklúbburinn er ekkert að heyra. Óskar líka. Ekki spurning, þetta gerði það ekki. Já, bara geggjað. Maður á að fagna mörkum. Markus Páll Ellersson. Ég bjóst ekki við þegar hann var sænað til ÍA, hann myndi vera í vinstri eða frammi, eða þú veist, ég veit ekki hvort það var vinstri kant eða frammi hann í gær. Ég bjóst ekki við 2 mörkum í fyrsta leik á móti í sínu gamla félagi. Þú veist, þetta er náttúrulega svo ég verð að segja hvað fóreldrar hans eru íringar. Þannig að það er smá ír í honum, sko. Þannig að það er eitthvað gott í honum. Þetta er náttúrulega bara Kyle McLachlan, hann gefur honum bara markið, hann er að skalla tilbaka og tekur hann á öxlina. Maður bara svona, þú veist, svona reynslu bolti skuli. En þetta er bara fyrsta umferð og við sáum fullt af svona bulli í hafsendunum sem voru kannski mjög góðir í leikjunum, eins og í KA-leiknum, þeir voru ekki lélegir hafsendarnir og Kyle var ekki lélegur í framliðinu. En þú veist, deildin er bara alltaf að vera betri og betri og menn eru farnir að refsa miklu meira fyrir svona mistök. Já, klálega. Hann hitt ekki boltan og fór í öxlina á honum en þetta var þetta ekki bara sanngjarnt jafntefli í lokin? Nei, ég myndi vera svektur ef ég væri Skagamaður í dag, en ég var í skælbrosandi með stigið sem Framari, sko. Já, en þetta er ástæðan ég setti ÍA í 7. sæti. Það er þetta svona. Já, ég meina Framari ról segir og líka bara öll lið sem Rúnar Kristinsson hefur þjálfað og hefur verið með, þau virðast ekki, gefast aldrei við. Já, einmitt. Níko, hvað sástu þetta atvikana með Jakob Bíström? Nei, ég verð alveg ekki á það. Ég fór út að borða eftir leikinn og hendi mér í skóaböðun, þannig að ég sá og lítið af þessu framleik, en með það sem ég heyri, þá var þetta kannski of lítið til að vera víti, en já, ég get svo sem ekki dæmt um það, sko.
Já, en Óskar, sást þú þetta? Já, þetta er algjörlega galið að henda honum út af. Galið, Þetta er bara hann hýttir honum. Já, Böddi er hérna fyrir aftan hann að kroppa í hann og ég meina bara áfram með leikinn. Hvað er hann að stoppa leikinn og henda honum út af? Sko? Ég þoli ekki svona bull. Já, hann er náttúrulega, þú veist, sko Sigurður Hjörtur, hann er athyglisjúkur. Hann þarf að sýna mátt sinn. Það er bara dálítið þannig. Já, það er alltaf sama. Hann ýtir í bakki á honum, hann dettur, þú getur ekki sagt hann sé að leiki þetta. Ég skil vel að það sé einhver tækla og þú leitur detta á þess að snerti þig. Það er allt annað mál. Já. Þetta er bara fallengun á Sigurður Hjört. Og þú veist, þetta gerst fyrir leiknum, hann bara eðalagt leikin. Algjörlega. En þú veist, statt í lappina næst samt Bíström, þú veist, hann datt svolítið auðveldlega, en þú veist, þú ert ekki að gefa gullspjald fyrir þetta. Nei, og svo rétt á undan sleppir hann þarna atriðinu við varamannaskílinn þegar að Jóhannes Val sem tækla boltan út og straujar mannin í leiðinni og var á gulu spjaldi minni mig sko. Alveg hræðilegt sko. Ég veit ekki alveg með það hvort það sé, þú veist, gullspjald eða... Mér fannst þetta að vera reklust challenge sko. Ég hef alltaf gefið honum gult þar sko. Eða þú veist að bera svona gulspjöld hjá Bíström og þetta. Já, þá er þetta gult, 100%. Þannig að... Gerðu, hver er maður leiksins? Það er ekki Ellersson. Ég er sammála. Það er engin annar en íringurinn Markus Páll Ellersson. Ég var hrifinn af þessu strák. Það er eitthvað í þessu strák. Ég held að hann stoppa ekki lengi á Íslandi. Nei, ekki heldur. Hann var náttúrulega að koma fór Triestina, Ítalíu og já það er Martín að spunnið. Hann verður ekki lengi hérna. Níko, ertu ekki samlað því? Jú, hann er klárlega með mikla hæfileika og góður 1-1 og með hraða líka. Þannig að kantmenn sem taka bakverð á eru góðu kantmenn. Strákar, þá er besta deildin búin, ekki búin, fyrsta umferð, búin að fara yfir hana. Hver er svona, Níko, byrjum bara þér, hver er leikmaður umferðunar þínumatti, það sem þú sást og veist? Ég náttúrulega sá 2 leiki í þessar umferð en ef ekki að gefa guttanum þetta, Markus Páll, sérstaklega fyrir fagnið. Óskar? Skópið. Já, ég ætla að gefa Emil alla þetta að smetli 2 fyrir norðan, það er sterkt. Ég ætla að gefa Sigga Höskulds þetta, hann er maður umferðar hjá mér. Fyrir að vinna á Val á útivelli sem ég held að myndi aldrei gera. Sorry, Siggi, ég hafði ekki trú á þessu, þannig að ég er með sokk í kjaftinum. Það er gott, ég hef fulla trú á Sigga Höss á móti Hemma, það er alveg 100%. Ég setti alltaf manni á Höss. Sigga Höss. Já, Siggi Höss er maðurinn. Ef við setjum 5 manna lið, hver eru svona í liðinu? Markus Páll Ellersson, svo erum við með Emil Atla, þannig að 2 frammi, hendum einn miðjumann inn, hvaða miðjumann myndum við fara þann inn? Arnór Káer. Arnór Káer, ef við á 2 miðjunni, eða, já. Markmann í markið. Já. Sabitovski. Þá eru komið, já, hendum, þá er ekki komið 2, 3, 4, hendum einum varnamann inn í þetta. Ég var mjög hrifinn af númer 5 hjá Keflavík, ég man ekkert hvað hann heitir. Já, hann Davíð. Já, gæinn er 2 og 10, illa myndalegur og þvílíkt góður í fótbolta, sko. Ég held að sé Örnhættur líka, sko. Hrikalega fallegur á velli, sko. Alvöru geðingur. Hann heitir Davíð Helgi Aronsson og hann á framtíðina fyrir sig maður 50 hafs. Níko, þú veist eitthvað hennar gaur. Þetta er ekki Víkingur? Já, Víkingur á hann. Ég hef samt séð lítið á hann en maður hefur heyrt góða sögur. Hann var frábær á móti Káur. Frábær. Já, ég heyrði það því. Hann er vígalegur á velli. Ég man ekki eftir að séða hann í Njarðvík á móti mínu liði fyrra. Hann var ekki það áberandi allan í fyrra. Ef við settu Hörð Björgvin hliðina þessum gæja, þá myndi ég velja þennan gæja frekar, sko. Bara beint í alanslið. Já, hann er þessi gæja á framtíðina fyrir sér, það er klárt. Já, ég er alveg sammála.
Alveg Ég sammála. elska þegar ég mæti á völlin og ég sé eitthvað sem ég bara veit ekki eins og hvað heitir, sko, og maður fer að googla hann og fylgist maður með honum og svo bara hrikalega góður, sko. Eins og margir Já. IBVF-liðinu líka. Ég var mjög ánægður með marga það, sko, sem ég vissi ekkert hverjir voru eða hvað þeir heita, sko. Nei, IBF voru flottir og hérna, ég hef mikla trú á IBF, þeir eru aldrei að fara að falla, það er bara svo leiðis. Förum aðeins í enska. Þórirðu því? Ég þóri því, hvernig fór leikurinn í kvöld, maður sjá? United. 2-1 Leeds. Býtu, 2-1 ekki Leeds. segja. HA?! 2-1 Leeds, kallinn minn. Já. HA?! Því miður. Nei, ég trúi því ekki. Brændiðin reikin út á 50.70. Guð minn góður. The The Butcher. The Butcher, maður. Ég hef aldrei verið hrifin að þessu fíbli. Drullar úr félaginu mínu. Lísandró rusl. Skil ekki út af hverju menn fíla hennar leikmann. Þetta er topp varnarmaður, mjög erfitt. Það? Já, mér finnst alltaf leiðilegt að Liverpool spila móti United, hann er alltaf góður. Fucking Bruno Fernandes, maður. Minn fyrirliði. Gult spjald. Hann skotast. Herru, förum hann að Vestamunu Wolves 4-0. Komið það óvart, Níko? Nei, svo sem ekki. Það sem kom óvart er bara að Vestam hafi skorað 4 mörk. Ég man ekki hvenær það gerðist síðast, en virkilega sterkur sigur og hleypir lífi í fallbortana sem er æsispennandi. Svakaleg. Herru, Arsenal 1, Bournemouth 2. Óskar, hvað er að gerast þarna hjá Gunners? Þú veist, hvað er að gerast? Ég sagði þetta við þig hérna í podcastinu fyrsta því ég fór í með þér að allt þetta myndi tjóka, sko, og það er bara byrjað. Ótrúlegt. Djöfull voru lélegir leikmann. Já. Níko, hvað fannst þér? Heldur Arsenal klúður þessu það? Það lítur allt út fyrir það. Ég veit ekki hvað ég get sagt, sko. Þetta lítur bara að vera gallegt, sko. Er þetta ekki bara úrslita leikur helgina? Ég meina, er ekki City Arsenal? Ég meina, þetta er bara, ef Arsenal tapar það, þá held ég að þetta sé bara City sé konum með þetta. Það er samt hvað, 60 á milli þeirra núna. Arsenal vinnur. Arsenal er með leik fleiri, einu leik meira. Já, alveg rétt, ég er búin að gleyma því. Shit. Það eru Burnley 0, Brighton 2, nefnum ekki að fara við það. Brentford 2, Everton 2, Thiago með 20 mörk og er markaðasti brassi í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, til hamingju Thiago. Liverpool 2, hann er fyrsti brassinn til að skora yfir 20 mörk. Já, ég meinti það, sagði það ekki? Nei, þú sagði markaðasti brassinn frá upphafi. Já, þá er hann markaðasti brassinn frá upphafi á einni leiktíð. Já, á einni leiktíð, já. Já, það er rétt. Já, Níko ekki reyna þetta. Þetta er klippa. Herru, hann að Liverpool 2, Fulham 0. Óskar, varst þú ekki að horfa á þennan leik? Já, ok. Níko? Já. Liverpool 2, Fulham 0. Já, það er bara helvíti mikilvæg sigur á Liverpool og bara sterkt fyrir Arne Slott með alla gagnrýni sem hann fékk í miðri viku og vonandi verður þetta eitthvað jákvætt búst fyrir leikinn á móti PSG sem er á morgun. Það er ekki breyk þar, maður. Ég ætla ekki að útiloka Liverpool Anfield. Það er bara eitthvað sem gerist þar á Champions League kvöldum. Munum eftir í Barcelona þegar vantar alla leikmennina. Þannig að ég ætla ekki að afskrifa Liverpool Anfield og mun aldrei gera. Nei, ég er alveg... Já, hvað segir þú? Töfrar á Anfield, en það er bara eitthvað mikið að þarna undir Slott og maður sér það bara á bara ákefðinni og öllu í Liverpool. Það er eitthvað að þarna, sko. Já, þú veist, Salah skoraði. Hann er að komast í gang. Það er rétt fyrir. Þannig að þetta er góður sigur á Liverpool. Þú veist, Fulham með alveg geta strýtt þeim, en virkilega sterkt að...
þetta er Ná, samt alveg sér, þetta er alveg típist Liverpool sko að þeir klára PSG og vinna svo rest í deildinni og endi í öðru eða þriðja sæti sko. Og það allir geti ánægðir með alveg slott. gæst. Já, það geti alveg gæst. Þú veist, þannig að já, Sunderland 1, Tottenham 0. Hvað er að gerast þannig að, þú veist, ég hafði aldrei trú að Tottenham væri contenders að falla. Þú veist, ég hafði aldrei trú með hann en leikmannahóp. Ég skil þetta ekki. Og þessi leikur, þeir voru ekki það góðir í ár. Níko, hvað finnst þér? Hvað er maður að byrja? Ég bara neita að trúa því að Tottenham fellur. Ég hélt svo sem að þeir myndu fá new manager bounce, sérstaklega í þessum leik, en Já, ég veit að þetta er helviti andlust. Ég vona bara að haldi sér í deildinni með stærri klúbsins, þá viljum við hafa það í deildinni, allavega ég. já, þetta er risa lið maður, þvílíkan völl og kostnaðurinn, bara launakostnaðurinn er svaka, þetta myndi allt fara til helvítis að fara niður, sko. Óskar? já, maður hafði ekki eiginlega ímyndan að blíða þetta að hugsa það til enda að Tottenham var að fara niður. Ég fór og heimsótti Tottenham, fórum hann gamli strákar sem unnu saman, fórum á nýja völlin. Þetta er náttúrulega þvílíka mannvirki, sko. Já. Og bara eðlilega flottu völlur og flottur aðbúnaður, einhverju kokkar, eldon í mannskapin hérna og þetta er geðveikur völlur. En það er bara eitthvað mikið að í baklandinu þarna. Þetta er bara eins og niður á Hlíðarenda. Þegar baklandið er í mólum og þið sjáu bara eins og mikkalið United. Ég meina það er ekki svo gæi með taklið sem búin að vera að stýra þessu vel. Hvað heitir hann? Forljóti gæin hérna frá Bandaríkjónum. Hvað heitir hann? Glazer. Ég var að hugsa hvað er þetta að tala? Já. Með nákvæmlega. taklið það er eigandi Já, að Glazer. Manchester United. Ég meina veit ekki Já. hvað hann er að gera, sko. Hann eigði bara peningum í leikmenn, hann eigði ekki að hugsa innviðið, sko. Nei, þú veist, þetta er bara svo, þú veist, ég veit það ekki, þegar að við erum að gagnrýna dómara í fótbolta, körfubolta, þeir hafa aldrei spilað leikinn, þeir kunnit ekki og það er bara sama að gerast þegar þessi gæjar eru konur í eitthvað matador sem hafa aldrei spilað leikinn og kunnit ekki. Það er stór Já. hættulegt þegar peningagæjarnir fari í matador, sko. Já. Vonum bara Tottenham haldi svo, ég vil ekki að Tottenham falli, sko. Það vil það enginn, maður. Nei, þetta er alltaf stórt lið til að falla og bara, þið sjáu eins og Leicester, þeir eru að falla úr Championship. Hældi því, voru meistar fyrir 10 árum. Já. Ótrúlegt. Förum í Nottingham Forest 1, Aston Villa 1, ekkert eitthvað mikið að sjá þar. Crystal Palace kemur tilbaka á móti Newcastle, Mateta allt í einu komið með 2 mörk eftir að hafa viljað fara þarna og fór allt í rugl og mittist og allt og Crystal Palace náttúrulega komnir helviti langt í Conference League. Það er spurning hvernig Níko, þú ætlar að haga liðinu í Wildcard 35 ef Crystal Palace er að fara að roteita liðinu sín út af Evrópukefninni. Þannig að það var kannski mín hugsun þarna með Wildcardið í 32 sko, var út af Crystal Palace. Bara það. Er ekki Ég er mestu helviti ánægður. vonbrigði samt? Já, sorry. Níko? Nei, talandi um fantasy, ég er heldur ánægður að hafa ekki gert Wildcard. Ég fekk bara fleiri stig en fólk sem er með Wildcard, þannig að ég er heldur sáttur. Það er út af með fucking Bowen, maður. Og Thiago, það ekki? Jú, báða. Og Van Dijk. Varstu með Van Dijk? Nei, ég var með Gabriel. En ég var með Dewsbury Hall. En hey, Wildcardið mitt, O'Reilly, 14 púntar. Thiago, svona bjargaði. 13 púntar. Já, það bjargaði. Ég er virkilega sáttur af Wildcarda. Ég vona að benchboostið mitt sé að fara að gefa mér eitthvað, skilur. En Það kemur í ljós. er samt ekki mestu vonbrigði fyrir utan Tottenham, það er Newcastle. Jú, þú veist, Þeir með eru hvað er ekki með sterkt lið. Þeir eru ekki að ná inn í Champions League. Hvar eru þeir þar? Hvar Ég- eru þeir? Það þarf rosa Sjá. mikið að gerast þess að ná því, sko. Þeir eru, skal ég nú segja þér, standings, þeir eru bara, hvað? Þeir eru í 14. sæti! Þetta er bara eftir að Bruno Gimares meittist, langbesti leikmaður Newcastle Já. og þeir getur alltaf unni leik án hans. Það er Halló. ótrúlega mikilvægur. Níko,
Já, 14. sæti, ég held þeir væru kannski 7. sæti eða eitthvað. já en Það deildin er er bara, helviti jöfn hann á miðunni, sko, hann að 1-2 sigrar og þeir komnir í Já, topp 7, sko. já, það að vísu er það. bara svo fáir sem halda með Newcastle, þess vegna læðast er alltaf svona sko, en með eitthvað búið að eyða í þetta og gera, ég meina þetta hljóta að vera mikið vonbrigði. Þetta er náttúrulega lið, þú veist, eigundur eru bara einu ríkustu eigundur bara í heimi, sko. Þegar, ég held að Newcastle lið, eigundur og Newcastle liðinu er ríkar en PSG, sko. Það er bara svo erfitt með þessar reglur þarna með, þarna, hvað heitir þetta? Financial fair play þarna. Það er bara erfitt dæmi, sko. Hörðu, förum í Chelsea 0, Manchester City 3. Nico, hvað er að hjá Chelsea? Þú veist, er það þessi stjóri? Er það Palmer? Er þetta bara léleg blanda af leikbönum? Þú veist, hvað er málið? Málið er bara, hann veit ekki sterkasta liðið sitt, bara alveg eins og það var. Hann veit ekki, hann hefur prófað Palmer út í hægra megin í hólunni, hvernig hann þarf að koma Caicedo, Enzo og Palmer í liðið. Hann hefur verið að setja Palmer út í hægra megin líka, en ég veit ekki, svo er náttúrulega vörnin eins og hún er, markmaðurinn alls ekki nógu góður. Þannig að margt sem þarf að laga þar. Líka þessi Santos þannig á miðunni, hann vil rosalega mikið spila á honum. Hann er í brasilíska landsliður, sko. Hann hefur ekki, fólk áttar sig ekki alveg á því, sko. Hann hefur ekki orku né hlaupa getu í að vera miðsvæðin á Chelsea. Nei. Sala er opinn fyrir að fara í annað lið innan Englands. Haldið að hann geri það, Óskar? Já, vonandi fer hann bara í United því hann er búinn. Ég var alveg til í hann. 1 season. Ég skal borga 500k. Father time er komið, hann getur ekki tekið mann á, hann fer ekki fram hjá neinum hann á kantinu. Óskar, í revenge mode þá er hann að fara all in. Ja, það er bara 40 mörg. Gunni minn, ég hefði vitað að hætta á réttum tíma, skilurðu, þegar maður gati eitthvað, skilurðu. Þegar að menn bara hætta að hreyfast á vellinu, þá verða þeir að bara átta sig á því. Ég þarf að fara til Ítalíu eða í Saudi og spila þar. Það er rétt. Sérstaklega þegar missir hraðan líka og þegar kappmaðurinn er ekki með hraða og í þokkabót spila litla sem enga vörð, þá er voða lítið sem er hægt að gera, sko. Hann væri geggjar í hólinu í einhverju góðu lið á Ítalíu, sko. Bara að fara aftur í Róma, eða Fiorentina. Þú er búin að ræða hvað er að gerast hjá Arsenal, Manchester City og fæir en Haaland skorur ekki. Það er nú helviti mikið styrkleiki að vinna meðan Haaland er bara, getur ekki raskat. Er það ekki sammála því? Jó, þeir eru bara svo hrikalega sterkan hóp með þér. Já, samt. Strækirinn er ekki skora raskat. Já, þá bara tekur einhver annar við. Þetta er bara þannig lið. Já. Við erum búin að spila. Við ætlum að fara í spurningar og sal. Við erum búin að fara yfir bestu. Búin að fara yfir enska. Þá er það spurningar og sal. Yes. Það er komið flest. Og þetta kom flest af Instagram. Þú verður að vera duglegur að kötta núna klippur. Nei, þetta er ekkert slæmt. Okay. Spurningur úr sal. Arnór Kristjánsson. Bomba, spurðu Djúrið sem gengi Tottenham. Hann er mikill Tottenham-maður og hvernig hann vill fá í brunna fyrir Championship á næsta tímabili. Ég var Tottenham-maður á tímabili en ég held eiginlega ekki með neinum. Ég er bara fótbolta áhugamaður og vel með stundum lið. Ég hafði gaman að Tottenham þegar Kane og Son voru. Duglegur að kíkja á völlin, talandi nýja völlin á Tottenham, ég farið svona 6 sinnum á hann. Hæ? 6 sinnum? Já, ég var frá 2022 til 2024, þá var ég farið til London 4 sinnum ári. Bara velja með leiki í London, tók 3 leiki á helgi og var oftast á Tottenham völlinum, það var heldur gaman. Þannig að maður var einhvern veginn smá Tottenham maður þá. Ok. En hann spyr líka hvað stjóra myndur vilja fá í brúna í Championship? Ég veit út ekki Tottenham-maður, en ef þið myndir falla, heldur að Serbi myndur áfram, eða heldur hver myndir geta komið beint upp?
Ég vona að De Zerbi sé með í samningum að hann sé með riftun ákvæði eða falla, en ef þið falla, var ekki bara fínt að fá Sean Dyche, bara komið svo upp og reyka hann síðan. Það bara mjög góð punktur, er þetta ekki saman því, Óskar? Jó, það svona solid coach sem kann að fara upp. Já. Næsta spurning, Kristján Ágússon spyr hvaða leikmaður sem hefur spilað með Nico hefði getað að færi langt í boltanum eða væri ekki fyrir meiðsli. Ég veit hver að spyrja það spurningu, sko, en ég ætla ekki að segja hann. Þannig að Ég sagði þið, Kristján Ágússon. það er bara eitthvað fake account held ég, hann sendi mér þetta á hann, ég veit ekki, ætli ég segi ekki bara pass við þessu, Er það engin? Nei, það er engin. Nei, ok. Er þetta viðkvæm spurning? Já, þetta er það. Ok, allt í góð. Guðmundur Mete spyr El Normale, hver er besti varnarmaður sem þú hefur spilað á móti? Þessi er góð, sko. Mete, ég man ekkert eftir Mete, sko, en hérna, Sangan Gáreikonu var hann helviti öflugur, en Óli Ég spilaði með honum í Keflavík. Óli Adolfs var erfiður. Já, skrímsli. Já, helviti stór og mikill og fínn í löppunum, sko, og svo var hérna Hlynur Stefánsson í BVF, það var alltaf erfitt að mæta honum. Skrímsli 2, ég spilaði á móti honum. Þegar hann var bara 37-8 eitthvað, bara að jarðaði alla, sko. Já, og svo náttúrulega kapteinninn upp á Skaga, hvernig segir maður, Mihalovic. Já, Soran, hann var helviti góður. hann er ekki jafn góður þjálfari, hef ég veist. Nei, það fór eitthvað rangt í hann, þjálfurinn. Herru, Jens Bobba, ég er með Ari svar við hinni spurningunni. Ok, komdu með það. Ég spilaði með honum í U17 landsliðinu, Leo Reynis á Twitter. Já. Tökum hann. Var hann í 17 landsliðinu? Já, það er bara galið, en hann var kannski bara valinn út af stemningunni í klefanum, ég veit ekki, en hann var helviti fínn þá, sko, ég veit ekki, en hann er hættur í bolta núna út á meiðslum, hann að segjum hann bara. Leo Reynis. Leo Reynis, var hann góður í fótbolta? Hann var notaði Reynis, var svona hafsenda gamla skólanum, en síðan byrjaði hann að missa hraðan og var að meiðast, þannig að þá var þetta búið spil. Með hverju spilaði hann? Fylki og Ía. Fylki og Ía. Þú veist alveg, pappa þessi Reyni Leós. Já, Reyni Leó, hann var líka helviti harður í horn að taka, maður. Já, það er toppmaður. Hann var dögt inn á vellinu, en skemmtilegu fyrir utan völl. Já, Reyni Leós er toppmaður. Það eru svonir hans líka. Shout out to feðgar, Leo Reynis og Reynir Leós. Jens Ari Róbertsson spyr hvað finnst Nico El Normale að Tottenham er að falla? Vorum maður búin að ræða þetta? Líst ekkert vel á það? Jón Þór Kristinsson spyr er Nico orðið Newcastle maður? Herru, þetta er kóngurinn. Ég fór með honum á Newcastle Barcelona daginn, 1-1 leikinn hann heima. Já, ok, já. Þetta er kóngur, þetta er harðasti Newcastle maður í Íslandi, hann fer á 20 Newcastle leiki á tímabili. Nei, það er 20? Já, við tókum dagsferð, Barcelona-leikinn, fórum í fyrramálið, tókum leikinn samdags og síðan flugum við bara daginn eftir. Hann er alltaf bara að taka dagsferðir, úti leiki, bara nefndu það, þannig að þetta er harðasti Newcastle maður á Íslandi. Kóngurinn. Jón Þór Kristjánsson, shoutout, kóngurinn. Herru, seinna spurningin, Steinar Már segir við El Normale, má ég fá Kobe skó? Já, þetta er sonur minn. Má hann fá Kobe skó? Ég segi aldrei nei við þessi greið, sko, þannig að við þurfum að skoða þetta. Steinar Már, það er Lentin Kobe Bryant skór. Því pappi sagði að þú mættir það og þú ert með það á vídeói. Herru, strákar, þetta er komið gott. Ég vil bara þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma að vera í þessum frábæra þætti. Takk hlustendur. Strákar, er eitthvað lokum, Óskar, byrja þú náttúrulega með fasteignasöluna, þú ert ekki nógu duglegur að nefna og þú ert fasteigna kóngurinn á þessu landi. Hvað heita þetta fasteignasalan? Prima fasteignasali, Gunnar.
Príma þýðir það besta, Níko. Ef þið vantar eitthvað hús að selja fyrir príma fasteignasala. Níko, er eitthvað að loka sem þú vilt segja? Bara takk fyrir mig, takk fyrir boðið. Ég vona að ég hafi staðið vel. Þú stóðst þig frábælega og ég vil bara segja takk fyrir. Takk sem það. Gott kvöld, góður hlustendur og já, bye bye.